Við höldum áfram með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að færa okkur aðeins yfir í menntamál. Nánar tiltekið ætlum við að tala Hallormsstaðaskóla þar sem að getur aldeilis upplifað sköpunarkraftinn í fallegu umhverfi. Hingað til mín eru komin Sigurður Eyberg Jóhannesson sem fagstjóri námsins og Bryndís Fíona Ford skólameistari. Verið hjartanlega velkomin bæði tvö. Takk hérlega fyrir. Fyrir hverja nám í Hallormsstaðaskóla? Við byrjum bara á því. Nám í Hallormsstaðaskóla held ég bara fyrir flest alla. Já. Alla sem hafa áhuga á skapandi sjálfbærni. Og það ættu nú flestir að hafa áhuga á því, sko, svona í grunninn, held ég. Það ekki? Jú, það ekki. Ég held að flestir svona telji sig nú vera, sko, umhverfis sinna eða allavega hafa fá eitthvað út úr náttúrunni og umhverfinu. Þannig að, jú, ég held að það í raun og veru engin, sko, það ekki hægt að segja að námið sé ekki fyrir einhvern. Nei. Þannig að það algjörlega opið í alla enda. Já, einmitt. Og það svolítið þannig líka að nemendur geta sniðið það svolítið að eigin áhugahvöt, láti áhugahvötin að stýra hvernig námið að þróast og hver endanlega áherslupunkturinn verður í því. Já. Þannig að sköpunarkraftur fólks kemur svo sannarlega við sögu í því hlýtur að vera. Sannarlega, já, algjörlega. Já, við reynum að láta sjálfbærnin og sköpunar vega alveg jafn mikið í náminu. Já. Og þá bæði þá líka kannski að vinna með höndunum, handverk, jafnt og akademísku fræðin og tengja það saman. Einmitt. Þannig að, já, það eru svona margir jafnvægisboltar og svo það einmitt þetta að þú getur svolítið gert námið að þínu, eins og Sigurður var að segja. Já, það hlýtur að vera svolítið flókið að skipuleggja nám sem svona opið, eða hvað? Jú, flókið og gríðarlega skemmtilegt. Já. Það en okkur hefur tekist að möndla þetta saman á mjög skemmtilegan máta held ég. Þetta við göngum út frá, sko, við viljum vera í lausnunum, ekki vandamálum. Vandamálin nóg að þeim, sko, og þú getur endalaust hort að þau og orðið þunglindur ef þú vilt, en við viljum sjálf sér ekkert endilega dvelja mikið þar. Við þurfum náttúrulega átt okkur á hver vandamálin eru og svo halda svo áfram. Og þá eru ýmsar leiðir sem maður geta farið. Maður geta farið, sko, nálgast hlutina á ólíka máta. Það segja maður geta nálgast það mjög persónulega. Bara sko, því við göngum nefnilega út frá því, sko, að það hagkerfi heimsins, þetta flókna, samofna hagkerfi heimsins sem núna orðið allt nánast sko, algjörlega gjörsamlega samofið, það í sjálfu sér ósjálfbært. Við sjáum ekki annað, allar vísbendingar benda til þess að ef við höldum áfram svona þá erum við að halda áfram að valda meira og meira svona vistkerfislegu tjóni. Já. Og spurningin hvernig ætlum við að nálgast þetta þegar við sjáum hvað vandamálin stór og mikil, hvernig nálgast við það og það hægt að fara eins og ég segi hjá okkur, við bjóðum svona fólki upp á að velja sér leið í gegnum þetta og þeir geta þá valið sér mjög persónulega leið og sagt bara ég ætla að reyna að nálgast þessi mál með því að ná mínu, banki mikrónin, ná mínu vissbori niður og ná mínu sambandi við náttúruna þannig að ég sé ekki að ganga á hana með einhverjum alveg hætti. Og til þess að geta gert það, þá þarf fólk að vera meðvitað sko, og geta séð fyrir áhrifin sem það að hafa á náttúruna. Þetta mjög held ég. Mjög stórt og mikið. Já, þetta mikið og tegir sig mikið undir. Já, mikið undir. Þetta snýst þetta mikið bara til neyslu og við verðum náttúrulega að byrja alltaf bara að horfa á okkur sem einstakling líka og það kannski það sem að við vonum að við séum að byrja að gera, við erum að byrja að planta einhver svona nýlítil fræ með nemendum okkar sem eru að útskrifast og að þau munu svo áfram sko vaksa og dreifa úr sér og helst að vera ekkert frægir eins. Nei. Að halda fjölbreytileikanum gangandi. Það það sem náttúran og allt þarf. En námið kannski líka eins og Sigurður að segja að við köfum honi í ótrúlega marga svona þætti og fáum mikið af þá sérfræðingum til okkar í skóginn sem að eru þá að veita faglega innsýn, bara hver á sínu sviði
og við reynum að svona tipla á öllum þessum helstu þáttum snúa líka bara að okkur, einstaklingum og sjálfbærari leiðum sem við gætum farið. Já, en svo er líka hægt að fara, sko, ef að menn vilja vera, sko, þannig vorum við að tala svolítið svona persónulegu nálgunina, sko, en ef þú vilt fara í meira, sko, ég vil tengja við samfélagið, það er ekki nóg að ég sé að gera eitthvað flott, við erum öll að gera eitthvað. Já. Og þá geta menn farið, sko, svona samfélagslegri leiðir og eru þá að reyna að tengja við aðra í gegnum til dæmis listsköpun eða stjórnmál eða nám eða rannsóknir eitt og annað, sko. Þannig það er ein leið og svo ertu með svona hagræna leið og það er þá, sko, ef að fólk ég vil leysa vandamál sem við stöndum fyrir með því að búa til nýjar leiðir til að búa til vöru eða þjónustu og þannig endar fólk vonandi með því að vera þá að stofna fyrirtæki eða fara í eitthvað rekstur. Sko. Þannig að það eru svona ólíkar leiðir sem hægt að fara í gegnum námið. Sko. Einmitt, þannig eftir því bara hver áhugasvið fólks liggur þá ætti það að geta nýtt námið og farið þá í þá átt sem það vill með það. Já, Já, algjörlega. Og það hlýtur líka að vera ekstra svona gefandi að stunda þetta nám í þessu fallega umhverfi í Hallormsstaðaskógi. Já, ég held að séu forréttindi bæði eins og fyrir mig bara persónulega að fá að vinna innan líka bara svona skapandi fólk sem er á staðnum og svo með allt þetta umhverfi sem veitir líka bara svona ákveðna ró og frið og næði til þess að vinna í þeim verkefni sem þú vilt vinna að. Já. Og Austurlandi náttúrulega bara fallegt með stóra matarkistu og bara ýmis flott verkefni sem í gangi og við reynum að kynna nemendum fyrir því sem í gangi þar líka, þannig að nemendur kynnast líka Austurlandi og ég myndi segja að við reynum markvisst líka að tengjast bara náttúrunni. Við erum ótrúlega orðin oft bara ekki í tengslum við náttúruna. Nei, einmitt. Þetta er ótrúlegu staður náttúrulega, þetta er alveg ótrúlegu staður og ég með erlenda konu einmitt, hún kom hann í fyrsta skipti í sumar og hún sagði bara, er þetta til á Íslandi? Ég bara vissi ekki að þetta væri til á Íslandi. Nei. Það var bara allt annað veðurfar og þetta er alveg stórkostlegu staður. Já, perla. Og fyrir þá sem að sitja heima núna og eru áhugasamir vilja kynna sér námið betur og jafnvel sækjum, hvernig bera þeir sig að því? Já, það er þetta, við erum með heimasíðu sem er bara bókstafurinn Hás og svo skólinn og .is og þar eru allar upplýsingar námið og svona kennsluhætti fyrir komandi vetur og svo er hægt að sækja þar líka og námið er lánshæft hjá Menntasjóði námsmanna líka og einnig erum við í að sérstaklega tökum þátt í það heitir námið tækifæri sem er stjórnvöld og Vinnumálastofnun eru að koma þeir sem eru í atvinnuleit geta komið í nám og fengið atvinnuleysisbætur í eina önn í námi og það er alveg þarna er tækifæri fyrir fólk líka að stofna sitt eigið, kannski skapa sér einhverja svona eigin atvinnu í gegnum námið og við erum með nemendur sem voru útskrifast hjá okkur sem eru jafnvel búnir að gera það og var hjá okkur núna, útskrifast núna síðasta vor. Já. Þannig að það eru alls konar tækifæri í þessu. Frábært, þannig. Þau ekki eitt sem ég dætti upp, þurfum eiginlega að koma að því þú spyrir fyrir hvernig námið, það eru náttúrulega inntöku skilyrði, það eru náttúrulega fólk þarf að búa með stúdentspróf eða sambarlegt. Já. Þannig að það er ekki... Því sé haldið til haga. Þetta er ekki alveg fyrir alla því leyti að þú þarft að vera komin þangað, sko. Já, námið er á svokölluðu 4. hæfniþrepi sem er svona viðbótarnám við framhaldsskóla eða samsvarandi og 1. ár á háskólastigi. Þannig að námið það er hægt að fá það svo metið innan háskóla samfélags, það er háskólar geta metið þetta nám inn í annað háskólanám ef það er. Frábært. Þetta er ótrúlega spennandi. Við hvetjum auðvitað bara alla sem að hafa áhuga á þetta, kýtlar að heyra þetta til þess að kíkja inn á háskólinn, há og svo skólinn.is og kynna sér námi og jáfnvel bara sækjum. En þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja mér og okkur frá þessu. Já, takk fyrir. Takk fyrir.